Engin meiri eða minnihluti í bæjarstjórn Akureyrar. Allir flokkar hafa myndað breiða samstöðu vegna sérstakra aðstæðna í kjölfar heimsfaraldurs í rekstri sveitarfélagsins. Hvar á að skera niður og hvar liggja sóknarfærin? Guðmundur Baldvin Guðmundsson, oddviti Framsóknarflokksins og formaður bæjarráðs gestur í landsbyggðum. Guðmundur, það hefur verið gefið út að það stefni í að rekstur aðalsjóðs bæjarins, hann stefni í 3 milljarða í mínus. Þetta þýðir væntanlega að þið í bæjarstjórn þurfið að hugsa ýmislegt upp á nýtt eða hvað? Já, sjálfsög við þurfum að, og það það sem við erum akkurat að gera þessa dagana, eins og fólk veit, þá tókum við ákvörðun það að sameina kraft okkar í bæjarstjórn til þess að takast á við það verkefni sem við stöndum frammi fyrir í dag. Það sem náttúrulega hefur haft verulega áhrif og hefur náttúrulega stóra áhrifin á þessa afkomu ársins náttúrulega áhrif COVID, sem við erum að reikna að séu cirka 1,2 milljarður. Síðan erum við að sjá fram á mikla launahækkanir og útsvarstekjur ekki að fylgja að sama skapi, þannig að þetta verkefni sem við þurfum að takast á við og það akkurat það sem við erum að fara í þessa dagana. Þegar maður les samstarfssáttmálan sem að kynntur var á dögunum, að það blasir við að niðurskurður í kortunum. Já, auðvitað það þannig að við þurfum að skoða allan reksturinn. Við höfum náttúrulega gefið líka út að við leggjum áherslu á það að gæta að þeim sem minna mega sín í samfélaginu og börn og unglingar eru seldir í forgang hjá okkur, þannig að við erum að horfa til þess að þar verði ekki niðurskurður. Við erum bara kannski að skoða hvar við getum brugðist við, hvort við getum minnkað þjónustu, opnunartíma og fleira til þess að draga úr kostnaði. Við erum líka að horfa til þess að lækka launakostnað. Þar erum við að horfa til þess að nýta okkur starfsmannaveltu. Við erum ekki að sjá beint að við förum í stórfelldar uppsagnir. En hins vegar þetta líka áætlun okkar til næstu 5 ára, þannig að þetta eins og ég segi ekki eitthvað sem við förum á stað 1, 2 og 3, við erum að byrja vinnuna, við þurfum að gefa okkur tíma til þess að taka ákvarðanir. Þetta samfélag sem við erum að reka og við ætlum að gera það vel. Hvenær má búast við að bæjarbúar þá verði varir við að það sé verið að skera niður eða grípa til einhverja aðgerða? Já, við sitjum alltaf yfir fjárhagsáætlun núna fyrir næsta ár og þar mun væntanlega við birtingu fjárhagsáætlana þá munum koma þeir áherslupunktar sem við leggjum á að farið verði í á næstu ári og missurum. Þannig að það mun vera við gerð fjárhagsáætlana sem við sjáum hvernig við ætlum að taka á þessu. Bæjarkerfið of þungt í vöfum? Það svolítið talað það, til dæmis á bæjarstjórnarfundum. Þarf ekki að einfalda þetta alls saman? Jú, það eitt af því sem við höfum rætt meðal annars að sameina svið og reyna að einfalda hlutina og það eitthvað sem við erum að horfa til líka. Þið talið í þessum samstarfssáttmála að fækka fermetrum og selja eignir. Verður ráðhúsið þá bara auglýst til sölu eða hvað? Eða skólar? Nei, það alls ekki svoleiðis og við erum ekkert að fara einhverja leið þar að segja að selja fermetra til einhverja fasteignafélag og leigja síðan aftur. Það alls ekki svoleiðis. Við ætlum hins vegar að skoða þær eignir sem við erum með. Það víða sem við erum með fasteignir sem að mætti mögulega losa og færa til starfsemi og það fyrst og fyrst það sem við erum að horfa á. Bærir áfullt af fasteignum og kannski væri hægt að nýta mannvirki betur, færa til milli staða, en það eitthvað sem við erum og þeir hefum þegar sett vinnu í gang við þetta. Dæmi? Já, við erum að spá til að mynda hvort við getum nýtt ráðhúsi betur. Við erum með húsnæði á leigu fyrir velferðarsvið og fræðslusvið. Mögulega geti þetta í framtíð orðið á einum stað. Við erum náttúrulega búin núna að færa starfsemi Rósenborgar niður í ráðhús meðal annars og annað staðar á meðan að við erum að nýta Rósenborg til rekstrar á sem skólamannvirki. Hvað verður Rósenborg í kjölfarið, það eitthvað sem við viljum skoða. Þannig að það ýmislegt svona sem við munum leggjast yfir. Guðmundur, þeir sem fylgjast með umræðunni, þeir kannski verða svolítið ringlaðir á köflum þegar að vera að tala fjárhaginn. Einn daginn þá stendur bærinn mjög vel samkvæmt bæjarfulltrúum og svo hinn daginn þá allt í kalda koli.
Já, það er náttúrulega alltaf þannig að þegar við erum að tala rekstur bæjar þá er þetta dálítið flókið fyrirbrigði. Við erum náttúrulega, við tölum annars, við erum aðalsjóð sem er þannig, það er það sem við bæjarfulltrúar höfum beint að sýsla með. Síðan eru A-hluti þá koma inn í eignasjóður gatna og fasteignir. Síðan eru við aftur komin yfir í A- og B-hluti eða samstæðan og þá er þetta komið með dótturfyrirtækin eins og Norðurorku og Hafnarsamlagið sem að hafa mikil áhrif á rekstur heildarinnar. Þannig að það er ósköp eðlilegt að fólk svona svolítið velti fyrir sig þegar við erum að ræða þetta, hvað við erum nákvæmlega að ræða um. Það sem heyrir beint undir okkur bæjarfulltrúa er náttúrulega rekstur A-hlutans og þar höfum við og getum haft áhrif. Við höfum verið með A-hlutan í mínus nokkur undanfarin ár, að vísu var árið 2019 í plús en þar hafa skipt máli mikla lífeyrisskuldbindingar. Við sjáum alveg fram á það að lífeyrisskuldbindingar munu hækka verulega á þessu ári vegna kjarasamningana og þær hafa verið að hækka mikið á unliðnum árum vegna bæði kjarasamninga og auk þess sem að lífaldur fólks hefur hækkað sem hefur haft áhrif á þessar lífeyrisskuldbindingar. Þannig að þetta svona hefur allt þýðingu inn í reksturinn og það er ekki gott að vera með A-hlutan í mínus. Og það er kannski það sem að þegar menn tölum að þegar við erum að tala um allt hlutin sé ekki nógu góði þá er það að við viljum hafa A-hlutan í jafnvægi og síðan er það þá aftur móti að aðalsjóður er svona kannski líka þetta blandast og ég skil vel þegar að fólk er ekki alveg átt að sig á þessu en allt þetta vera þannig að við séum sjálfbær til framtíðar. En helstu tekjurnar sem að koma inn í þá aðalsjóðin, það er útsvarið, það hefur hækkað 150 milljónir einhvers í kringum það fyrstu 8 mánuðina, fasteignagjöldin, þau hafa ekki lækkað. Nei, og það má segja sko að fasteignagjöldin í rauninni í samræmi við þá áætlun sem við gerðum í upphafi árs. Hins vegar eru útsvarið töluvert lægra heldur en við gerðum ráð fyrir í upphaflegri áætlun vegna þess að þar vorum við að gera ráð fyrir óbreyttu ástandi og vorum að gera ráð fyrir tekjuauka vegna kjarasamninga. En hins vegar kom eitt stykki COVID inn í þessa sviðsmynd sem að breytti verulega stöðunni þannig að í stað þess að sjá kannski fram á 5-6% hækkun á útsvarstekjum ársins þá erum við kannski að sjá núna á fyrstu 8 mánuði rúmlega 2% hækkun og við eigum eftir að takast á við erfiða mánuði í haust þannig að það er erfitt að sjá hvernig þetta þróast á næstu mánuðum en við erum klárlega að fá lægri útsvarstekjur heldur við gerðum ráð fyrir upphaflegu áætlun. Þið viljið lækka launakostnaðinn á síðustu 3 árum þá hefur bæjarstarfsmönnum þeim hefur fjölgað rúmlega 70 er ekki víða hægt að skera niður í bæjarapparatinu? Jú, það er sko málega það þú talar að þeim hafi fjölgað 70 á einhverju árabili sem ég man ekki hvað þú varst nákvæmlega að vitna til en síðustu 3 árin. Síðustu 3 árin, þá er það þannig að við höfum náttúrulega verið að auka við þjónustu til þeirra sem minna mega sinni í samfélagi. Þar liggur náttúrulega helstu aukningin bæði í velferðarþjónustunni og síðan í skólaþjónustunni. Þannig að við höfum náttúrulega einsett okkur að veita góða þjónustu á þessum sviðum en hins vegar erum núna að fara að innleiða nýja menntastefnu og höfum svona væntinga það að með nýri menntastefnu þá náum við kannski að breyta verklagi sem að kannski dregur úr mannaflaþörf í skólakerfinu. Það náttúrulega eru flesti starfsmenn hjá okkur. Laun bæjar fulltrúa, laun bæjarstjórans, sviðsstjórana, þið ætlaði að endur skoða þessi laun, hvað erum að tala þarna, er þetta háar fjárhæðir? Nei, ég sé alltaf að mólar er líka brauð og við erum kannski líka með þessu að setja pínu svona signal inn í það, við teljum að það þurfa að taka til hendinni og það er einhvað síður þannig að við höfum hort til þess að mögulega lækka laun bæjar og nefndarfólks og þá kannski að taka varðandi sviðsstjóra og bæjarstjóra að endur skoða þá tengingar við launahækkanir, fristaðu tímabundið, það er það sem við höfum verið svona rætt en við erum að láta kanna þetta og skoða hvernig best að þessu staði. En laun bæjarstjóra, er þetta ekki bara samningsbundið? Jú, þau eru samningsbundin en við svona, þetta þarf að eiga, við erum náttúrulega með þarna starfsmenn sem við eigum að taka þessa umræðu við og komast að samkomulagi en
Þetta svona það sem við höfum lagt til í þessum aðgerðum okkar. Annað í sambandi við svona rekstur bæjarins, Akureyrarbær á Norður Orku að langu stærstum hluta. Verið í alvöru að tala að færa hluta af starfsemi bæjarins yfir til Norður Orku, sem sagt til dæmis þá umhverfisnefndina sem nokkuð stór, eða umhverfisþáttinn? Já, það náttúrulega, þetta hefur verið í umræðinu og það, ég held að þetta verði skoðað. Það að segja að velta fyrir sig hvort að umhverfissvið eigi að fara undir Norður Orku. Þannig háttað til að Norður Orka og umhverfismiðstöðin eru undir sama þaki og eru þarna á sama svæði og það væri kannski hagkvæmni í því að það færi undir Norður Orku. Þetta eru til fordæmi fyrir þessu að í nágrannalöndum okkar að gera þetta með þessum hætti og þetta eitthvað sem við viljum láta skoða. Við teljum kannski að með þessu gætum við ná fram ákveðinni hagræðingu og líka mögulega betra verklagi. Hvað það sem að þessi deild sér það strætó og ýmislegt? Nei, þetta fyrst og fremst köllum það svona svart og grænt, það að segja í rauninni Malbik og svo umhverfismálin. Ég held að myndum aldrei fara með strætisvagnin inn í þetta sameiginlega batteri ef að verður. Þetta hins vegar bara á umræðustigi og ekkert komin eitt lengra. Þið viljið og ætlið að blása til sóknar í atvinnumálum, fjölga atvinnutækifærum og þið ætlið líka að fara í sókn á íbúamarkaði, væntanlega með það í huga að fjölga íbúum. Hvaða tækifæri sér þú sérstaklega til þess að fjölga atvinnutækifærum og þá fyrirtækjum í bænum? Já, við náttúrulega höfum á umliðnum árum verið að berjast fyrir því að fá raforku inn á svæði sem betur fer að gerast. Við sjáum að Hólasandslína að verða raunveruleika og staðan að skána hvað varðar blöndulínu, þannig ég trú á því að við munum sjá betri og meiri raforku inn á svæði á næstu árum. Við höfum líka verið að berjast fyrir millilandaflugi og það til ég verið geysilega mikilvægt þegar það komið hér á þá held ég að við eigum að sjá mikla breytingar á þessu samfélagi okkur og gefa mikla möguleika, ekki bara í ferðaþjónustu, held ég að útflutningsfyrirtæki og fyrirtæki sem að þurfa að flytja vöru sína út með flugi geti haslað sér völl hér. Þannig ég hef mikla trú á því að þetta muni breyta miklu í þessu samfélagi okkar. En eitthvað svona, handa við hornið, í viðræðum við einhver fyrirtæki eða fjárfesta? Það ekkert sem í hendi, það þannig að SSNE, þar að segja Atvinnuþróunarfélagið fyrrverandi og Eyþing sem nú í samvinnufélagi SSNE, þeir hafa verið með atvinnumál og eru að vinna ýmsum málum, en það ekkert sem að nákvæmlega gerast nú. Auðvitað höfum við alltaf sagt að mikilvægt til þess að fá verkefni hingað að koma raforkumálum í lag og við erum svona að sjá það gerast smátt og ég hef fulla trú að það gangi á næstu árum. Við Hólasandslínan ætti að koma í gagni á næsta ári ef allt gengur upp og það gefur viss tækifæri og svo þegar að ferðaþjónustan og millilandaflugur verður komið hér á þá erum við að sjá bara alltaf það sviðsmynd til að vinna með. Það eru kannski tvær atvinnugreinar sérstaklega sem eru í örum vexti á landinu þessi misserinn. Það ferðaþjónustan og þar á að blása til sóknar og svo það fiskeldið. En meiri hluti bæjarstjórnar Akureyrar minnstakosti alfarið á móti fiskeldi sem sagt í sjókvíum minnstakosti. Já, þetta náttúrulega svo sem kannski ákvörðin sem var tekin í bæjarstjórnina, það að segja að birta yfirlýsingu þetta á sínu tíma. Það skal tekið fram að ég var á móti, ég vildi ekki loka neinum dyrum í atvinnumálum. Ég held við verðum að hafa alla möguleika að opna og það var ekki mín skoðun, en það vissulega rétt hjá þér að meirihluti bæjarstjórnar féllst á þessa ályktun sem að send var frá bæjarstjórn. Var þetta eitthvað rætt í viðræðunum þá við minnihlutan þegar hann kom inn í meirihlutan afstaða bæjarstjórnar Akureyrar til fiskeldis? Nei, þetta einstaka mál var ekki rætt þar. Hvað með fjölgun íbúa, hvernig ætlaði að fara því? Já, við náttúrulega erum í sjálfu sér erum náttúrulega að bjóða upp á það að ef við tölum að fjölga íbúa, þá náttúrulega eins og ég sagði þá, þá vonast ég til að íbúum fjölgi með auknum atvinnutækifærum. Við erum líka hins vegar að búa í haginn fyrir okkur með uppbyggingu íbúðahverfa og ég horfi núna til Holtahverfi sem verður mjög spennandi uppbyggingarsvæði. Það verið að byggja víðar bæinn og það hefur verið mikil uppbygging í upp í Hagahverfinu núna síðustu mánuði
og þannig að við höfum séð svona, við erum með innviðina, við erum með grunninn og svo þurfum við bara að fara að selja fólki það að hér sé gott að búa. Við höfum séð núna gerast á síðustu misserum að við erum hérna til að mynda að sjá mikinn vöxt í menningar starfsemi í tengslu við Sinfóníu Nord sem að hefur skipt okkur máli. Það bæði það að þau vekur athygli á okkur og ég hef trú á því að ef við ræktum og höldum svolítið undir þá starfsemi að þá í rauninni sjáum við kannski gerjast í þeim geira. Það menning líka atvinna og við vorum akkurat í morgun að funda með menntamálaráðherra menningarsamningin og ég og bæjarstjóri menningarsamningin og þáttöku í Sinfóníu Nord í okkar samfélagi. Áttu von á því að það verði komið aukni styrkir frá ríkinu til Sinfóníu hljómsveitar Norðurlands? Já, sko, við náttúrulega erum að menningarsamningur rennur út áramót og við erum að skoða allan heildarsamningin og hvernig við getum komið okkar málum að í þeim samningi. Ég hef mikla trú á því að menntamálaráðherra standi við bakið okkur í þessu menningamálum og sérstaklega því hvað það snýr að Sinfóníu hljómsveitinni. Þannig að ég er bara bjartsýnn á það að við getum fengið betri menningarsamning. Það að koma vetur, Guðmundur Baldvin. Þið ætlaði að draga úr snjómókstri. Hvernig verður það gert? Sko, einhver sagði mig að við væri búið að mynda nýja meirihluta snjómókstur. Það alls ekki svo. Ég held hins vegar að við þurfum að skipuleggja snjómókstur betur. Við erum að horfa til þess núna að innlega nýtt leiðakerfi strætó og vonandi verður það gert mitt næsta ár ef allt gengur eftir. Það sem við ætlum að einfalda og draga úr svona hringakstri og reyna að fá betri virkni í strætisvagnaksturinn. Það eitt og sér gerir það verkum að við þurfum kannski í forgangi að moka minna. Við höfum líka lagt áherslu á það að við munum halda áfram og viljum leggja áherslu á göngustíga og stíga í nágrenni skóla. Og svona, við verðum bara líka þegar horfa til þess að við höfum verið að veita mjög góða þjónustu í snjómókstri og ég segi alltaf að þegar maður er fann að lenda í því í heita pottinum að oftar en einu sinni að mann sé hrósa fyrir snjómókstrinu, þá held ég að maður farið að velta fyrir sig hvort að við séum að gera of mikið í snjómókstri. Er það þannig? Já, ég held kannski bara að ef við horfum til á síðasta viku, þá held ég að við getum alveg verið sammála um það að það var mjög vel mokað og kannski hefði verið hægt að spara einhverja krónundar. Þannig að það var full mikið mokað síðasta vikur? Að mínum að já. Annað gjaldskylda í miðbænum. Akureyringar hafa verið svolítið svona stoltir af því að það sé ekki þurfi ekki að borga í stöðumæli. Hvenær verður þetta aflagt? Já, það sem verið að skoða þá og það náttúrulega það kostnað við að koma upp þessari gjaldskyldu en hins vegar hefur þessi gjaldskylda þessi aðferðafræði sem hefur verið með, hún hefur valdið verulegum erfiðleikum að mörgu leyti. Það er margir sem skilja þetta ekki, útlendingar eru ekki að fatta þetta, þeir sem koma að eru ekki heldur að skilja þetta og þetta svona kannski hefur verið eitthvað sem við höfum talið að væri bara skynsamlegra að koma upp gjaldskyldu á miðbæjarsvæðinu, bæði til þess að stýra þá betur þeirri umferð sem fer inn á þau stæði. Þannig að við erum ætlum að setja máli í gang og ég reikna með að það geti orðið á næsta ári. Já, þannig að þetta ekki að fara í gang núna endilega. Nei, þetta er undirbúningstíma. Það er nýbúið að gefa út forgangslista svona yfir uppbyggingu íþróttamannvirkja. Þetta er svona svolítið viðkvæmt hvar verður byggt upp. Hvað sýnist þér í ljósi þessa erfiðleika sem að sveitarfélögin standa frammi fyrir og þá Akureyrarbær? Sérðu eitthvað í kortunum að það verði byrjað að byggja upp íþróttamannvirki á Akureyri á næstu árum í ljósi stöðunar? Sko það er þannig að fyrir á þessu ári kom þessi skýrsla út og við tókum hana til umræðu lauslega í bæjarstjórn en vorum í rauninni aldrei búin að samþykkja hana sem slíka. Við ákváðum það að gera það núna daginn, þar að segja að samþykkja þá þennan forgang sem var búið að setja upp í þeirri skýrslu. Það kom þó fram í okkar máli allra held ég sem tók til máls að það var náttúrulega erfitt að sjá langt fram í tíman en hins vegar eru þarna þau 3 verkefni sem eru fyrst í röðinni, þar að segja Nökkvi sem við þá þegar vorum búin að samþykkja að fara í framkvæmdir á. Sem er siglingaklúbburinn og síðan aðstaða í skauthöllinni átt að vera númer 2 á listanum og síðan þá kemur Káa í 3. sæti
og við erum þegar viðræður við þá hvernig við getum hugsalega staðið þessu. Þetta því svona kannski þau verkefni sem við myndum setja með einhverjum hætti af stað á þessu kjörtímabili, þar að segja ekki setja á stað heldur vera þoka málunum áfram. Við erum síðan náttúrulega núna þessa dagana í tengslu við fjárhagsáætlunina að fara yfir framkvæmd áætlunina, þar sem við svona gerum okkur grein fyrir hvað við getum farið í á næstu árum. Frá því að skýrslan var birt í febrúar síðastliðnum og þangað til í dag, þá höfum við bara fengið eitt stykki Lundarskóla í fangi. Þar að segja uppbygging Lundarskóla endurbygging Lundarskóla, hún miklu hraðar heldur en við höfum áætlað í langtíma áætlunum. Við ætluðum í rauninni að byrja á fyrstu álmunni á árinu 2023 ef ég man rétt, en núna erum við bara komin í þá stöðu að við erum að fara í þessar framkvæmdir núna á þessu ára og næsta. Það sem sagt komin nýr meiri hluti, getum við sagt að allir setja saman. Er hætta á að svona öll ákvarðana taka, hún verði svona þyngri í vöfum, þetta verði endalausi fundir? Nei, ég held ekki í sjálfu sér. Ég meina, fólk finnur svo mikið fyrir endalausu fundum, þanniglega séð vegna þess að það góða við COVID það að við höfum í rauninni tilangað okkur nýja tækni og fjarfundir, það að segja Zoom eða Teams-fundir eru orðnir daglegt brauð hjá okkur og gerir það verkum að við náum að funda og hittast mun oftar en áður og eigum auðveldara með að taka ákvarðanir þess vegna þess að það svo létt í rauninni í dag að hóa hópnum saman. Við erum náttúrulega með reglulega fundi og á mánudagsmorgnum þar sem að við sitjum 34 tíma eftir atvikum og förum yfir stöðuna. Það hefur verið regla hjá okkur í fyrri meirihluta að vera með fundi á mánudagsmorgnum og þegar allir eru komin saman þá erum við bara all bæjarstjórn að funda á mánudagsmorgnum og fara yfir þau verkefni sem liggja fyrir. Þannig að ég hugsa að varðandi ákvörðunartöku eigi þetta ekki hafa nein áhrif. Ég held að það verði bara betri ákvörðun sem tekna við þetta. Oddviti Sjálfstæðisflokksins, hann sagði í fjölmiðlum síðustu helgi að þið svona væri búin að skipta upp með ykkur hvernig þið komið fram í fjölmiðlum eða þess að hverjir koma fram, þannig að allir flokkar fái nú að vera í sviðsljósinu og sem sagt að bæjarstjórinn hann verði ekki talsmaður bæjarstjórnar. Já sko, málið það að bæjarstjórinn alltaf framkvæmdastjóri bæjarins og það hefur verið bara ágætt samkomulag innan meirihlutans við bæjarstjóra eða hvernig við höfum hagað þessu fram að þessu. Ég hugsa að verðum ekki neinn stökkbreyting á það sem að væntanlega Gunnar hins vegar vísa til að við náttúrulega viljum pólitíkin svari fyrir pólitísk málefni og það svona kannski þessuna kannski ég hugsa að við myndi frekar hafa áhyggjur af því og það sem ég til að mynda hef einbeitt mér að þegar ég hef verið hringt til mig sem formann bæjarráðs, þá hef ég oft vísað á formenn viðkomandi nefnda af því að þetta málum sem heyri ekki undir mig, þannig að þau fái að njóta sín í þeirri umræðu og ég held að verið frekar þannig að við, ég hugsa bara forseti bæjarstjórnar og formaður bæjarráðs þurfum við frekar að henda frá sér pólitískum verkefnum yfir á réttar nefndir til þess að þeir fái að svara fyrir þau málefni og það hefur við gert í þeim meirihluta sem í dag. Við höfum í fræðslumálun, hefur formaður fræðslur á svara fyrir umhverfismálun eins og stjórn Akureyrar, þannig við höfum ekki verið feimin við að láta formenn ráða svara fyrir pólitísk mál og það í rauninni verður ekki breyting á því. Þannig að það ekki verið að múlbinda bæjarstjóran? Nei, ég get nú sagt það. Ég afskaplega ánægður með okkar bæjarstjóra, hún hefur staðið sig afskaplega vel og skelegg. Hún reynist okkur vel í málum til að mynda gagnvart ríkisvaldinu, hún vel þekkt og vel kynnt og kann á þessa hluti, þannig að við erum bara í góðum málum þar. En þessir fjárhagserfiðleikar sveitarfélaga almennt að það er svona samhljómur hjá sveitarfélögunum að það sé svolítið brött brekka framundan með sameiningarmál. Heldur það að þetta allt saman hafi áhrif á minnst okkur umræðuna að fækka sveitarfélögum í landinu og sameina? Ég veit það nú ekki sko, það nú þannig að minni sveitarfélög eru kannski, það bara öðru vísi þegar svona gengur yfir, þau eru kannski sneggri að bregðast við, hins vegar verða þau fyrir verulega skakkafullum af jöfnunarsjóði og maður veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þeirra niðurstaða verður. En ég hef aftur móti sagt og ég held að það sé bara þannig að Akureyrarbær ekkert endilega að sækjast eftir samstarfi við önnur sveitarfélög, það er mín skoðun á þessum tíma. Ég held að það getur orðið sameiningar hér í firðinum milli einhverra sveitarfélaga, menn sjái hag sinn í því. En þetta mun þróast á einhverjum árum.
af hverju þetta eru mörg sveitafélag við eitt fjörð, af hverju eru ekki eitt sveitafélag, það kannski verður í framtíðinni, en það er ekki keppikefli okkar Akureyringa akkúrat á þessari stundu að fara að sækjast eftir frekari sameiningum, við viljum þessu bara þróast. Svona, núna svona fyrstu skrefin sem sagt í þá nýju verklagi við stjórnun bæjarins. Ertu bjartsýnn á að þetta gangi allt saman upp það styttist í sveitarstjórnarkosningar? Ég er mjög bjartsýnn á það. Við náttúrulega erum með góða reynslu samstarfi þessa fólks. Við höfum náttúrulega verið til að mynda mjög vel saman á þessu kjörtímabili og ég hef oft sagt að innan minnihlutans er fólk sem hefði verið gott að hafa til ýmsra verka. Nú erum við að fá þau öll að borðinu og þá nýtum við krafta þessa fólk sem hefur reynslu af ýmsum hlutum. Þetta er allt saman fólk sem getur komið með sitt innlegg í þessa vinnu sem við erum að takast á við og þau fá og við getum þá rökrétt skoðanir þeirra og skoðanir okkar og komist að sameiginlegri niðurstöðu hvað best að gera fyrir bæjarfélagið okkur og samfélagið okkur öllum til heilla. Var það langur aðdragandi? Þetta er búið að vera lengi í umræðinni. Ég meina þetta er búið að vera lengi, ég skrifaði grein 2014 að kannski var þetta skynsamlegst í stöðinni, það var ég var að mynda bara sín slíka stjórn. Ég held að þetta núna, svo höfum við verið að ræða þetta svolítið tíma í meirihlutanum, við svona ákváðum að taka þetta skref núna. Og ég held að það sé bara heillavenlegt skref. Við erum í rauninni hérna með 11 bæjarfulltrúar sem eru kosnir til að stjórna þessum bæ og við ætlum að nýta krafta þeirra allra. Og ég held, Karl, að jafnvel að þetta verði upptaktur af því að til framtíðar horfi menn til þess að kosningarnir verði persónukjör. Ertu svona, hlynntur því svona almennt? Ég hef talið það að það væri þessi tillaga sem kom 2013 þar sem að menn væri rauninni að stilla upp listum, þar að segja flokkarnir eða frambúðinu væri ennþá að stilla upp listum, en það væri hægt að velja af listum, bæði þeim lista sem þú kísir og síðan mögulega af öðrum listum. Það held ég að sé leið sem við ættum að skoða og taka upp aftur. Og það held ég að verði gert í kjölfar þessa með einhverjum hætti. Sjáum til eftir tæplega 2 ár. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, formaður bæjarráðs Akureyrar og oddviti Framsóknarflokksins á Akureyri. Þakka þér fyrir komuna. Takk.